Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram að ræða fiskifræði. Sumir hafa nefnt að það sé ekki nóg talað sjávarútvegsmál í aðdraganda kosninga og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur sem var hér hjá okkur í síðustu viku, hann mættur aftur hér í setti til mín. Velkomin Jón. Takk fyrir. Svona í gríni kannski, þá var mér hugsað til þín í morgun þegar ég las í Mogganum að það verður gefin út veiðikvóti á karfa þrátt fyrir að Hafró hafi ráðlagt að ekki ætti að veiða neitt karfa. Eru þið farin að hlusta á því loksins núna eftir að þú komst á samstöðu? Nei, þetta nú ekki frá mér. Það væri nú gott að þið gerðu það, en ástæðan svo að þessi svokallaði djúpkarfi, hann kemur í trollið á karfaveiðum. Og þeir hafa ekki haft, það má ekki veiða hann, það bannaði veiða hann af ráðleggingu Hafró vegna þess að stofnunin talin í, ef hann segja hættu. Og þá fengur þeir það í gegn sem bara eðlilegt að fá að hirða meðaflann. Það skortir nefnilega í þetta kerfi okkar, það var einhverjum veiðum, og þú hafir einhvern leyfi til meðafla. En í Noregi til dæmis leyfilegt á þorskveiðum þó komið 50% ísa eða 30, einhver prósent ísa, það má bara taka það, menn vil ekki henda sér sjóinn. Auðvitað. Og það bara eðlilegt svo, en það sýnir þó eitt sem mjög merkilegt. Það var ekki nokkur leið að bæta 2000 tonnum við trellunar. Nei. Á sínum tíma og tvö ár í röð. Einmitt. Nú, þetta sýnir það að ráðherra getur bara breytt úthlutuninni. En það hefur hann vald til þess. Hann á bara að ráðfæra sig við Hafró. Þeir ekki ákveða það. Hann á að hafa það til leiðsjónar. Já. Og það gerðu menn hér áður, Matti og Steingrímur og fleiri, þá voru þeir ekki að fara eftir þessi punkt og prikki vegna þess að mátu líka hagfræðina, það að segja við fáum tekjur og við bætum aðeins við og það verið vandræði við draugum ekki úr. Þá var báði pólarnir teknir, ekki bara hræðsla við að missa fiskin á sig, heldur líka að efnahagurinn færi í rúst. Og ég var nú frægt þegar Bjarni Benediktsson eldri fékk ráðgjörð niðurskurð og hann fór ekki, það var óviðtal og hann fór ekki eftir þessu. Hann sagði, það ekki hægt að friða fiskin og drepa fólkið. Já, sterk orð. Þetta nú flegar sögur. En það eina, og svo náttúrulega karfi, býtu djúpkarfi, hvað það? Og stórkarfi, eða hvað vill kalla. Ég meina, ég var niður á Flæmskahatti, þá fengum við mikið að karfa í sem meðafla. Og hún var náttúrulega hent, þetta var lítilkvikindi og það var verið að veiða rækju. En það stóð í greiningabókinni fyrir karfa, þú getur ekki greint í tegundir fyrir hann komin yfir 25 cm. Sem segir mér það að þetta kannski allt sama tegundin. Sumir ákveða það að fara djúpt og éta í lélega fæðulegt flýja þangað. Þetta bara, þetta svo mörta og silungur. Það bara tekur upp aðra limnaðarhætti. Já, áhugavert. Svo sá ég aðra frétt, það var í gær sem Fiskistofa upplýsti að það var skotið á dróna hjá þeim. Þeir voru að elta lítinn bát, eða ekki elta, þeir voru að fylgjast með litlum báti. Þeir nota nú drónana bara á minni bátana, það ekki? Þeir ná ekki svona langt út til stóru. Nei, þeir hafa gjarnan verið látnir í friði, en það alveg sem í rauninni alveg þveröfugt við það sem það þyrfti að vera. Já, ef það þarf að gera það, ég meina það verður bara að treysta mönnum og menn finna alltaf leiðir til að fara framhjá. Þú segir það verður að treysta mönnum, liggur ekki alveg fyrir að brottkast hérna við Íslandsstrendur miklu meira en nokkur talar Það bendir allt til þess og það vitnaleiðslur það ekki á sjómunum að það sé. Ég samanber hérna árið þegar hann, hvað hann, dóarinn sem blái þarna? Mólabergi? Nei, Kleifabergi? Já, Kleifabergið, já, einmitt. Þar var upptökur af því og allt það. En þetta svo sem, þetta bara gert vegna þess að þessi fiskur verðlítill. Þess vegna svo bjánalegt að mega ekki hafa
við skulum segja, meðablaða smáfiski sem hann kom í land. Já. Og það er náttúrulega enginn að mæla þessu slíku ofbeldi bót að einhver trillukall skjóti á fiskistofu sem sendi dróna nálægt honum. En þetta kannski til marks að það ekkert traust þarna inn í kerfinu? Já, það náttúrulega alveg ótrúlegt að menn skuli vera að eyða óhemmi peningum í að kaupa dróna og láta að vera elsta trillukalla. Það er alveg óskaplega heimskulegt. Þetta raunverulega, held ég að þetta sé, mennum finnst þeir vera að gera eitthvað. Þeir vera að gera eitthvað. Hvað sem Bjarnvald segir, ég minni mig á, þeir fóru alltaf á haustin í Noregi upp á Hardangarheiðina til að safna klakfisk í urða. Fóru með hana niður og klöktu þess út og þarna fóru kannski 20 menn sem voru að vinna svona dugnað, það er að segja sjálfbáðvinnu og rækta vötnin og svona. Þetta hafði engin áhrif. Önnur þessi félagslegu, menn komu saman, fóru huggulega túra og safna fiski og skemmtu sér og svona, en þetta var gagnslaust. Ég ætla að færa okkur núna úr sjónum og upp í árnar. Þú hefur náttúrulega fylgst með þessari umræðu að stór hluti fólks heldur að við sem búin að eyðileggja laxveiði árnar okkar með eldislaxi og með öllu þessu sjókvíaeldi sem hefur verið í opnum kvíum hana fyrir vestan og nú er Seyðisfjörður undir og gríðalegt landeldi sem er hérna framundan en það kannski það nú ekki að hafa jafn miklar áhyggjur af því að lax sleppi úr landeldi í ár eða hvað en sko burt séð frá þeirri umræðu en samt tengt þessu í fyrsta lagi þá langar mig til þess að fá hjá þér álit þitt á því hvort íslenski laxastofninn er í hættu eða ekki vegna sjókvíaeldis og í öðru lagi til hliðar langar mig til þess að spyrja þig hvað finnst þá íþrótt sem orðin er að við veiðum lax til þess að sleppa honum aftur. Ég var að taka fyrst hérna hættuna á erfðablöndun og hérna. Byrjum þar. Já. Það var farið í stórar aðgerðir að skjóta fisk með skutlum. Jú. Af því að menn var svo gífurlega hræddur þetta og það hefur fundist erfðablandaður fiskur í á eins og í Tálknafirði þar sem aldrei hefur verið laxeldi stöðu við hliðina. Og það hefur verið blásið út að þarna sér og eins í Arnarfirði þar sem eru litlar ár kannski 50 laxa veiði eða eitthvað svoleiðis að það sé eldislax hafi farið í ána og svo framvegis og þetta er bara orðin stór vél áróðusmaskína sem keyrir þetta inn. Er það? Þar voru byggðar gildur í árnar að þannig að myndavélar þannig að myndar hvern fisk sem kemur upp til þess að gáa því hvort það gæti verið eldisfiskur og þá er þetta að kippa honum út. Í fyrra voru einhverjir tugir fiskar sem að koma og mikið af þessu var skotið með spjótum. Hversu nákvæmt það var nú? Ég veit það ekki. En að vera leggja svona rosalega mikið fé í þetta að það kom í ljós og í sumar það fannst engin eldisfiskur í laxveiðunum, engin. Þannig að þetta er kannski ekkert mikið og það komu margir í fyrra, þeir sjást aldrei meir. Náttúran tekur það, þeir drepast yfirleitt eftir hringnum. Kallar þetta áróður? Já. Gegn sjókvíaeldinu þá? Já, gegn sjókvíaeldi. Ert þú hrifinn af opnu sjókvíaeldi? Það er ekki þar með sagt. Nei. Það er alls ekki þar með sagt og ég tek ekki afstöðu með einu svona vegna þess að ég vil ekki leyfi til þess sem fræðimaður. Ég skil. Því að hérna, það hefur komið í ljós að það er erfðablöndun í einhverjum hluta norsku ána. Þeir eru að framleiða 1,5 milljón af þessu. Og það er óhemju slepp sem að kemur út og við skulum gáða því að þessi fiskur í kvíunum, hann er orðinn húsdýr. Og ég veit ekki hvað það hefur að segja. Hann kann kannski ekki að bjarga sér í náttúrunni eða neitt. Sumir hrygna ekki og aðrir hrygna og það er sagt að það séu verri einstaklingar sem koma upp úr því. Það er bara sagt.
það eiginlega engin leið að vita það eða finna það vegna þess að það erfitt að sjá á litlum laxasegum hvort þau eru náttúrulega eða blönduð. Finnst þér þá að dýravelferðarrökin vegi kannski þyngst gegn þessu sjókvíaeldi? Það má segja það, já. Menn hugsa þetta eins og húsdýr. Hérna í fyrstu fiskeldisbylgjunni þá var bæði sjókvíar og landeldi og seiðaframleiðsla og það. Og þar kunnu menn bara ekki til verka. Þeir héldu þetta væri svo einfalt, það var bara að hrúga fiski og honum gefa fóður og svo kannski drafstar og hungri eða sjúkdómum eða einhverju stressi yfirleitt. En þetta náttúrulega hrikaleg hrakfalla saga þarna fyrir vestan. Þetta endalaus sóðaskapur í tengslum við þetta eldi sem náttúrulega hefur gert þetta mjög umdeilt. Ég held að sóðaskapurinn sé sérstaklega dreginn fram. Það farið í kvíar og þeir eru myndaðir svona lélegi fiskar. Ég man eftir því í fyrra eldinu, þá var landeldisstöð hérna í Þorlákshöfn. Og hún var þannig gerð að það var hægt að horfa inn í stöðuna í gegnum glugga. Og það var greinilegt að maður sá taparana, fiskarna sem að þeir voru alltaf út við kantinn. Þeir voru særðir og þeir voru hitt og fengi ekki mat af því þeir voru út undan hafður af hinnum sko og endaði sjálfsagt með því að þeir voru étnir. En það voru ágætis fiskverðin að gera nú. Þannig að þetta ekkert einhlítt sko. Nei, en þú ert ekki hræddur að íslensku laxveiðiárnar eyðileggjast af norskum eldislaxi? Menn finna erfðablöndun og einstaka staðir núna. Það enginn sem veit hvaða áhrif þetta hefur. Hefur einhvað farið illa með laxastofnana? Við komum að því og eftir það af öðrum ástæðum. Já, þá skulum við koma okkur bara... En ég segi það að þetta er atvinnuvegur og það eins og með þetta og annan búskap og maður verða að kunna til verka og þetta læri smám saman. Okay. Það hefði aldrei verið hægt að gera þetta á Íslandi nema normennir hefur komið inn með sína þekkingu. Það nefnilega það. Heyrðu, þá skulum við einmitt vinda okkur í svona megin ástæðu þess að ég baði að koma aftur að veiða lax til þess að sleppa honum aftur. Er það góð hugmynd? Nei, það er ekki góð hugmynd. Fyrst og fremst er þetta ekki móralst, það er að segja þú ert ekki að ganga til veiða til þess að leika þeirra dýrun og sleppa því aftur. En hafa alltaf á Íslandi gengið til veiða sér til matar. Og hvort þau eru að henda úr frystikistunni á haustina því að veitir svo mikið, það er bara þeirra mál. En hér veitum en mikið og þeir notu seldulaxinn, jafnan, þessi stóru veiðimenn til þess að hafa upp í kostnað. Og það var aldrei sleppt fiski. Nei. Og lax þannig gerður að þeir eru bara í ákveðnu stærð. Það ekki, þú ert ekki að veiða laxa sem eru 20 cm. Þeir fara í sjóin, þeir eru 12-14, koma aftur 50-60. Það er ekkert millistigi er alltaf í sjónum. Hvað ætli séu margir áratugir síðan menn byrjuðu að sleppa laxinu? Það er ekki fyrir undir 2000. Þeir byrjuðu í Vatnsdalsá fyrir 2000, ég man ekki tölunar, það er ekki hægt að segja það. Og hefur síðan merkt einhverja breytingar á? Já. Sko, þetta byrjaði í Grímsá í Borgarfirði. Þar voru Amerikanar að veiða og þegar þeir koma heim þá svo djöfull eru þeir sneiður Íslendingar sko. Þeir fara svo vel með átnar sínar. Þeir biðja okkur að sleppa stóran hringnum til þess að þær getur hringt og átt afkvæmi og haldið við stofnunum. Þær eru klárir sér. Svo bara fáum við reyktan lax heim með okkur. Og hvaðan kemur hann? Hann kom úr ánni í net fyrir neðan sko. Og svona var þetta fór að takast upp og það var fyrir þessu ákveðin áróður. Men heldur það að þetta verði sko, það vantaði hrygningarstofn. Og ráðlögðu þetta og þetta eru næstu orðin trúarbrögð en það hefur engin athuga sem viti í alvöru afleiðingarnar af þessu. Ertu með einhver gögn til að skýra fyrir okkur breytingarnar af þessu? Já, sko það er búið, við læriðum að veiða með rafmagni búið 1970 kom hérna sænskur maður Östen Karlström, Kalli í Strömi eins og við köllum hann og hann kom hér í samband við Mývatnsrannsóknir og ég byrjaði með honum í Laxá og hann kenndi okkur að gera þetta, að mæla
að veiða lax, safna seiðum og reyna að meta fjöldan á fermeter eða hvað vill kalla það og vöxtinn, og við fórum að taka þetta upp og ég hef búin að gera þetta síðan og búin að sjá ýmislegt, en það er alveg sama bæði hjá mér og öðrum kollegum mínum, það vantar aldrei seiði. Það vantar aldrei seiði. Það er nóg að seiðum. Hvort að komi flóð eða klakkaröningar, alltaf verður seiðin. Svoleiðis að Eða að fá á skjáin myndir sem að skýra aðeins það sem það langar að ræða. Aðeins og smáformáli. Ég tók eftir því að seiðin voru alltaf svipuð að stærð, hvort þau eru 1, 2 eða 3 ára, breyttist lítið vöxtur milli ára. Og það var þessi regla að núllseiðin, það er að segja sem er að fæðast á hausti, þau voru í kringum 4, einsárseiðin voru í kringum 6 og 2 ára seiðin í kringum 8. Þau uxuðu þess að 2 centimetra á ári. Síðan fer ég í það að fara í öll gögn sem eru til seiðaveiðar. Og það eru einhverju helstu ána, við getum sagt, Norðurá, Þverá, Langá, Hafnarfjarðará og svo framvegis. Þar eru til gögn 30 ára gömul gögn aftur í tíman. Við sem aðeins bregða upp hérna einu línuriti. Þetta sýnir þéttleika í Þverá, Borgarfirði. Þéttleiki árganga laxaseiða. Rauða línan eru yngstu seiðin, svo við kallum 0+. Þau eru þarna í vaxandi magni eiginlega allan tíma frá 2002 með svona sveiflum. Einsárseiðin eru líka í vexti og 2 ára seiðin í smá vexti, en 3 ára fiskurinn er ekkert að fjölga mikið. Þetta eru fjöldatölur. En hérna fjöldin það er mjög erfitt að áætla fjölda vegna þess að það veiðist mismunandi við mismunandi skilir, hvort er mikið vatn eða lítið vatn, hvort það er heitt eða kalt og svo framvegis, þannig að það er mjög misjafnt. Það er erfitt að veiða í miklu vatni, maður missir seiðin, þetta er veitt með rafmagni og svo dragast þau í ákvaðaskautinu og maður kemur háfinn og háfar upp, en ef það er mikill straumar þá er þetta erfitt og ég hef hort niður í vatn og maður missir helling, þannig að það er mjög ónákvæm tala. Eina marktæka og nákvæma talan í laxarannsóknum er vöxturinn. Það er að segja lengdin á seiðunum. Og ég hef búin að fara aftur í tíma, þarna í þessu tilfelli til 96 upp í Þverá. Og við sjáum það að rauðulínuna neðst, það er sömargömlu seiðin, þau eru alltaf jafn stór. Einsárseiðin hins vegar, þeir fara eftir 2010 þegar farið að sleppa og eykst framleiðslan eða fjöldin, þá fer að draga úr vexti. Og nú erum við komin niður fyrir 6 cm. 2 ára seiðin, það líka draga úr vexti þeirra. Og 3 ára, það þýðir það að þau þurfa að vera lengur í ánni vegna þess að þau þurfa að ná 10-12 cm af vori sem 3 ára eða 4 ára til þess að geta gengið til sjávar. Og ef þau vaksa hægt þá eru lengi og það þarf fleiri árganga í ána. Ef þau vaksa hins vegar hraðar þá léttum við á áni 1 árgang og þau fara út 2 ára. Og þetta er sko það sem er langtíma, þá er svolítið mikið að marka þetta. Þetta er svona í öllum ánum. Það er alveg saman hvort er kalt eða heitt eða austan eða norðan eða sunnan. Það er alltaf sami vöxturinn. Það er örlítill munur á milli svæða ef það er mjög hlýtt og svona getur komið upp. En yfirleitt er þetta mjög svipað allan þennan tíma. Vöxturinn.
Ég búinn að vera með Leirvogsá núna á Hafnarfjarðará í 20 ár og Leirvogsá og ég hef séð þetta eina sem ég hef séð breytingu eins og í Hafnarfjarðaráni að seiðin koma núna upp úr mölinni í ágúst. Nei, fyrir ekki í miðjan júlí. Okay. Vegna þess að áður fyrir forma bara einu sinni. Og veitti kannski í ágúst-september og sagði þetta eru tölunar. Þegar ég var í Leirvogsánni þá fór ég á mánaðarfresti til þess að mæla vöxtin, breytingarna. Og þar sá ég það að þau voru jafn stór meðan ágúst eins og voru í maí vorið eftir. Það þýðir það að þau hætta að vaxa meðan ágúst, sumargömlu sauðin. Vaxa ekkert fyrir í ágúst og þá voru, vaxa ekkert fyrir í maí næsta ár og þá voru kannski 90% afföll. Þetta vegna þess að þau ná ekki að fita sig og stækka nógu mikið fyrir veturinn til þess að lifa næsta vetur. Til þess að lifa veturinn. Og afföllin eru mjög mikil. Er það vegna þess að laxinum sleppt aftur? Nei, sko, afleiðingin í að sleppa aftur að auka enn á fjöldan. Fjöldin og hrygningarstofnun alltaf stór allstaðar. Mín niðurstaða. Síðan má deilum það hvort að það sé hálfrétt. Síðan fór ég að gera tilraunir. Og í Leirvogsá, það þannig þar að Tröllafoss ófiskgengur og laxinn komst ekki upp. Þeir voru búin að setja upp, flytja hrygningarfisk upp fyrir fossinn í nokkur ár og við fundum seiði og svona, svo fór ég að athuga þetta kerfisbundið, þannig að ég taldi hrygnurnar í Efrasvæði sem 3 kílómetrar af, það eru kannski 10 kílómetrar fyrir neðan og svo þessi 3 upp að Leirvogsvatni. Áin alveg eins fyrir ofan og fyrir neðan. Þar setti ég 2 til 3 hrygnur á kílómetr. Fyrir neðan eru kannski 20. Og við sjáum alveg gríðarlega mun á vexti. Það eina faktorinn í þessu sem breytan, það fjöldi hrygna, eða stærð hrygningarstofnsins. Við skulum aðeins kíkja á þessa mynd. Þarna fyrir neðan Tröllafoss eru seiðin 6 centimetrar að hausti eftir 1 ár. Í september þau eru að verða 2 ára. Fyrir ofan Tröllafoss eru jafngömul seiði. Þau eru 1 árs og ég eftir að lifa 1 vetur og fara út 2 vetra gömul. Þyngdarmunurinn á þessum fiski 2-faldur. Og það sem athyglisvert við þetta það að það mælast miklu færri seiði fyrir ofan fossin fyrsta sömarið. Það eru kannski 5 sinnum fleiri fyrir neðan. En þau eru 5 til 10 sinnum fleiri fyrir ofan næsta sömar. Afföllin af vetri eru svo lítil að þau eru svo vel undirbúin undir hann. Og þetta náttúrulega þýðir það ef að fjöldi seiða aukinn að þá erum við að leggja meira á fæðugilduna, fæðuframboðið. Og þessi vaxtartölur að þau þyngist ekkert eftir 1. ágúst segir það að þá allt uppétið. Einmitt. Og ég hef líka séð í árum gönguseiði sem að búa þessu undir. Ég fer yfirleitt mjög snemma líka til þess að sjá hvernig þau komið undan vetri. Og ég sá það 1 ári sem var mjög kalt að þar voru stóru seiði mjög hóruð og út úr þeim stóðu þau minni. Einmitt. Þannig að þetta mjög léleg drift. Þetta eins og svipað eins og við keyptum alltaf lömb á þess að kaupa hey. Og þá samanlögð niðurstaða úr þessu sem þú ert að segja svo að ef eitthvað væri þá ættum við að herða veiði í ám landsins? Já, en við getum aldrei veitt nógu mikið til að koma hrygningarstofnunum niður. Það er ekki mögulegt. En ertu þarna ekki komin í stríð bara við heilt hagkerfi með þessum? Jú, ég alveg til í það. Til í það? Já, hann sagði við okkur prófessorinn þegar við fórum útskrifuðum. Hann sagði, missið aldrei trú á þessari faglegu stjórnu.
sem sagt haltu þig við þínar faglegu skoðanir og gefðu þig ekkert eftir með það og láttu aldrei kaupa skoðanir þínar. Já, einmitt. Ég hef nú bara reynt að standa við þetta. Fiskifræðingurinn í þér að tala en ekki einhver hagsmuna afl. Nei, en þetta náttúrulega líka, ákveður þetta sem ég að segja, eru miklir hagsmunamenn fyrir hinn almenna veiðmann. Já. Það að segja, mennirnir sem byggu í tjöldum og borðu ekki veiðihúsinu og veitu fyrir til dæra lítinn pening. Já, einmitt. Og það var hægt. Já, og svo til þess að gera þetta ennþá verra, þá erum við búin að banna allt agn nema flugu. Já. Og við þekkjum það að hér áður voru Amerikanir í kannski 1 mánuð og veittu bara flugu. Já. Svo kom maðkahollið eftir sóta. Já. Og þá voru við menna kannski taka 300 stykki á 2 dögum. Já. Og allt drepið. Tóti tönn að taka 50 laxa bara fyrir hádegi. Já, ég meina þetta var svona, þetta þykir mannsmorð í dag. Já. En þetta eru bara staðreyndir sem við vorum að horfa á. Já. Og það þýðir ekki að segja, og sko það er svolítið athyglisvert með kollega mína, ríkisrekna kollegana mína, þeir eru alltaf að segja að það voru að stækka hrygningarstofninn. Án nokkur að raka, annað en það er gott að hafa mikla hrygningu. Já. Þeir sjá þessi línurit, alveg eins og ég, þau eru fengin frá þeim. Já. Hvernig stendur að þeir get ekki séð það að vöxturinn er að minnka við auknar sleppingar og mæla með fleiri sleppingum. Já. Og þetta er náttúrulega alveg dæmalaust, sko, agnarslausir og ég tala nú ekki þetta prinsip sem er það að þú ert að veiða þig til matar. Já. Einn mesti flugumar og veiðimaður landsins, Sigurður Pálsson heitinn, málari. Hann sagði það eru 2 moment í veiðinni sem eru skemmtileg. Já. Skemmtileg. Og það er það þegar fiskurinn tekur og þegar maður borðar hann. Já, Allt þar á milli er vinna. Já, ég get alveg tekið undir þetta sem silungsveiði maður á stöng og í net í Mývatni af því að mín fjölskylda er þar með veiði rétt og ég ólst upp út á vatni. Og mér dytti persónulega aldrei í huga að henda silungi sem að ég hef veitt. Ég sleppi því þá að veiða náttúrulega ef ég ætla að henda aflanum en mín skoðun hefur ekki þótt mjög fín síðustu áratugi. Nei, sko það er nú, ég hef nú búin að vera mikið þarna með mig að fisk, það er allt drepið, sko. Og eins og Starri sagði eins og ég fekk svo stóra nurrið að ég gæti ekki drepa hann. Já, sko, það getur verið ansi erfitt að drepa 16-18 punda urriða. Já, sko, það er að brjóta á hálsinn, sko. Já, en þú brýtur hann ekki svo auðveldlega þegar hann er orðinn svona stór. Ég er að segja það, Starri. En við vorum yfirleitt með eitthvað sem að kallaðist rótari og gátum það bara látið vaða að róta þann, sko, þessa stærstu. Já, nei, þetta er náttúrulega ómennsku og það sem að ég er vel var við, ég fæ náttúrulega yfir með gausu, sko. Yfir því að hvað ég sé mikill villisengur og allt það. Og hverjir eru það? Það eru leigutakar og áreigendur. Yfirleitt flesti veiðmenn, flesti sem ég tala við, finnst arfa vitlaust að vera að sleppa fisk. Já, þetta myndir flestir veiðmenn vilja geta komið heim með það sem þið veitu. Það sjálfsögðu. Já. Það var að ég var hjá Kelaði Ferjukoti. Og hann sagði, það er nú bara orðið svona, það var nú síðust árið hans, það er bara orðið svona að í staðin fyrir að koma hérna og kaupa fisk eða leggja hann inn, þá hendar hann í ruslagáminn, af því að kunni ekki eldan. Já, það er margt meinið, Jón. Já. Heyrðu, ég held við komumst ekki lengra, en það getur vel verið að ég eftir að biðja þig að koma oftar og einhver sagði hann Jón þarf bara að vera alltaf vikulega hjá ykkur. En í millitíðinni kemur kannski einhver brjálaður laxveiðimaður eða einhver sem á laxveiða og segir að þú sett algjör fábjáni. Já, þeir mig að segja það er bara það sem þeim finnst, en ég hef það sem að mér finnst faglega rétt. Já. Og ég hef náttúrulega, það er erfitt oft. Já. Laxið segir að sé erfitt að synda móti strömmnum. Já. En sko, það breytir ekki þessu, en það eru fyrst og fremst hagsmunaaðilar og það eru sömu aðilar eigendur laxveiðiáa, leiðsögumenn og allt þetta batteri sem er á móti fiskeldi. Já, af því þeir standi þeirri meiningu
að það erfðablöndun tortími laxinu, þetta bara ekki satt. Það faglega sagt að það þurfi 5% innblöndun í áratugi til þess að breyta einhverju. Og athuga það einu svona maður sem hét Darwin og talaði um það að þeir sterkustu lifuðu eða klárustu lifuðu. Það þýðir það væntanlega ef að koma einhverju aumingjar úr þessu goti að þá koma þeir ekkert aftur og bara filteraðist út og þeir eru heldur ekki álag á seiðastofnin vegna þess að hann alltaf stór til að byrja með. Hann stór, það vandamál. Svo ég að játa það þó í sambandi við þetta lervósamál að það eru áraskipta því hvað test vel að fá undan þessum fáu 7-8 hrygnum sem ég setu upp og stundum mikið, stundum ekki neitt og það ég þekki ekki, veit ekki á hvað þetta en það getur verið vegna þess að þeir eru fluttur upp með valdi og þeir geta farið niður aftur ef þeim líkar ekki heima, það lyktir sem stýrir öllu þessu en ég veit að það fiskar sem koma öðru sæðinu, ég hef aldursgreint á fyrir neðan, það kannski 20% af því sem fyrir neðan Tröllavogs af efrasvæðinu en við vitum ekki hvað verið að taka upp þannig að þetta ein óleyst gáta en niðurstaðan alltaf svo það alltaf mikið hrygning allstaðar ég hef aldrei séð seiðaskort standa neinu fyrir 3 og en laxveiðin alltaf að minnka Takk kærlega fyrir komuna Jón Gaman að koma Farið ekki langt kæru áhorfendur eða hlustendur við höldum áfram hér eftir andartak Það kominn tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting sósíalismi.